Námsgögn Skeifunni 10. Komið þið sæl, skulum hefja yfirferðir á því líta hér á stóra yfirlitskortið. Við sjáum hér lægðina milli Íslands og Grænlands sem gaf rigninguna hérna á vesturhelmingi landsins í dag og fer síðan austur af í kvöld og í nótt. Tökum eftir lægðinni hérna við Biskajaflóa og hún mun hins vegar gefa töluvert mikla úrkomu í Portúgal og Spán í nótt og á morgun og svo hæð hérna sem yfir Skandinavíu færist aðeins til austurs á morgun. En þetta sem sagt þróun þá til annars kvölds að þessi lægð hérna við Biskajaflóan, hún stefnir þangað inn og eykst úrkoman á því svæði. Lægðin sem var hjá okkur í dag, hún komin hérna norður fyrir Scoresbysund og heldur áfram leið sinni en skilur eftir sig svolítið lægðadrag hérna vestur á landinu sem við heldum svolítið sunnanáttinni hjá okkur á morgun og hæðin hér við Skandinavíu komin hérna inn á Finnskaflóa og gefur þeim ágætisveður þar á morgun en við lítum betur á það á eftir. Á hitasviðinu þá svona mestu hlýindin að fara austur af núna, svona öðru hvoru megin við miðnætti það farið og við tekur svalari loftmassi, sérstaklega yfir landinu en á þeim stöðum þar sem verður bjart yfir að þar finnum við nú kannski ekki mikinn mun á hita svona milli daga þar sem sólin komin nokkuð hátt á loft og gefur okkur svona ákveðin yl yfir hádaginn. En frá og með kvöldinu, við sjáum hér leifarnar af skilunum hérna allra austast og til hádegis á morgun að þetta fer hér austur af í nótt en við tekur svona skúra éljaloft og þetta eins og áður sagði það frekar svalt loft yfir landinu en á meðan áhrif af sólar gætir að þá fellur þetta nú líklega að mestu leyti sem skúrir eða slydduél, gæti verið svolítið hagli svo af og til en svona yfir hádaginn þá má rekna með að hitinn verði svona 2 til 6, 7 stig og þar af leiðandi ætti þetta nú svona öllu jafna að falla sem skúrir eins og áður sagði en ákveðna líkur á að í svona kröftugustu bökkunum gæti þá leynst bæði slydda eða haglél. Yfir svona 300-400 metra hæði við sjó þetta nú mestu leyti éljagangur þannig á fjallvegum þá búast við að verði einhver hálka en það nú stund síðan að var einhver hálka að viti á vegum þannig að það þarf þá engum að láta það koma sér á óvart ef svo yrði. En þróunin síðan áfram yfir til laugadagsins að það dregur smátt og smátt úr úrkomunni þegar líður á morgundaginn og léttir víða til þannig að þá líklega svona verður nokkuð víða næturfrost í þessu aðra nótt og en það svona smá bakkar á sveimi eins og hér við allara syðst, þar gæti þá verið einhver skúra slydduél og svo hérna við norðurströndina að þetta gæti hæglega orðið éljagangur hérna allara nyrst en inn til landsins þar sem sólin meiri áhrif og það nú víða orðið aukt á láglendi að þá hún ansi fljót að hita upp landi þannig að það ekki að sjá að þessir bakkar nái neitt lengra inn heldur en bara rétt á Annessi fyrir norðan. En á sunnudag síðan aðeins farið að sækja okkur sunnanáttin aftur, norðanáttin hefur gefið eftir og færi sér lengra norður og það hlýnar heldur hjá okkur en það náttúrulega eins og oft vill verða á þessum árstíma að þá með hlýindum þá kemur meiri væta þannig að það svona heldur að aukist úrkoman hérna sunnan til hjá okkur en það eimir ennþá eftir af smá úrkomu fyrir norðan en það nú í litlu magni þó. En við skulum þá fara yfir til Evrópu, hæðin eins og áður segir í Skandinavíu, gefur þeim fínasta veður á morgun og hitatölurnar 6 til 12 stig sem þykir nú bara býsna gott í mars. Það bjart hérna síðan eftir því sem að austar og sunnar dregur í álfunni en hins vegar úrkoma sem að tengist á lægðinu við Biskajaflóan sem að heldur þá vesturhlutanum alveg í greip sinni en aftur á móti bjart kannski ekkert sérstaklega háar hitatölur í suður Evrópu en þetta svona vorið á næsta leyti á þeim slóðum líka eins og hjá okkur en eins og áður segir eftir því sem vestar dregur að þá eykst úrkoman og eins og í Portúgal á morgun má gera ráð fyrir að úrkoma verði talsvert mikil og það gæti alveg orðið eldingar í því í svona þéttustu bökkunum getum við sagt. Á Kanarí, þeir fá náttúrulega meira norðanátt núna þegar lægðirnar farnar að færa sér norðar, þær voru að fara inn Miðjarðarhafið daginn en núna hún að fara norðan við Spán og þar að leiðandi gætir áhrifa þeirra minna á Kanaríeyjum og vindáttin svona meira hefðbundi miðað við árstíman, norðanáttin og sæmilega bjart, víða svona sérstu sólar og hitinn svona öðru hvoru megin við 20 stig býsna víða og getur farið í þess að 23-4 gráður þar sem að hlé fyrir norðanáttinni og svo ef við förum vestur hafa þá býsna sólríkt hérna í suðurhluta Norður-Ameríku, lægð hér við Nova Scotia og svo svona þetta hefðbundna einhver vestlæg átt
við norðvesturströndina sem gefur úrkomu á þeim slóðum en annars ágætasta veður. En við látum þetta gott heita í bili, verið þið sæl.